Jesús er bestur. Enginn er sem þú, enginn annar getur elskað sem þú, alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn er sem þú, enginn er sem þú, enginn annar getur elskað sem þú, alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn er sem þú. Miskunn þín varir eilífð, lækningu fáum hjá þér, í þínum örmum og skoðir. Enginn er sem þú, enginn er sem þú, enginn annar getur elskað sem þú, alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn er sem þú, alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn er sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn er sem þú. Takk Jesús, það enginn eins og þú. Við þökkum Drottinn minn. Það enginn eins og þú og við viljum lofa þig, við viljum beina sjónum okkar til þín á þessum degi. Drottinn Guð, upphefjum þig, veitum þér lotningu Drottinn. Halleluja. Þú ert verður þess að vera lofaður, ó Guð, halleluja. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, sér hvern andardrátt. Láttu regn heilags anda
meðtökum það sem þú hefur blessað okkur með, drottinn, í Jesú Kristi, og við þökkum þig fyrir það, drottinn. Við megum lofa þig. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted on high. The train of his robe filled the temple, and the angels circled round him and cried, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise your name. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship him now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? Is the sound of worship coming from the throne? There are cries of adoration as men from every nation lift their voice and make his glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship him now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. And we worship you. Oh, we worship you, Lord. We love and sing, 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 love and Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. Hann þess verður að vera lofaður. Amen. Og þökkum þér, Jesús. Og lokaorðið í þessu öllu saman er auðvitað amen. Þetta er gjarnan notaður krossgátum, ef þú hefur sagt lokaorð, þá er það amen. Þegar þú enda bænina, þá er það amen. Og nú þegar Kitty byrjar, þá er það amen, sko. Gjörðu svo vel. Hann vill að þessu ljúki fljótt. Og byrja aftur. Yeah, okay. Usually we have interpretation, but unfortunately both of our interpreters are abroad, speaking some strange language, one in Canary, another one in Phoenix, Arizona. So, I heard once a preacher who shared this, that while he was preaching,
there were some men talking to each other in the auditorium, and he found out later that God gave them the interpretation of what he was sharing. I don't know if that will happen today, but I pray that you who don't understand will be with us in spirit. But I'm going to share about the plan and áætlun, það ekki plan? The plan of God that they will never change even though your circumstances changes. God's word is infallible and it will never change. Amen. So, and I'm gonna use in Exodus some picture that God showed me many years ago, and about the Israelites, how the plan of God did not change even though when they were desperate. And they thought everything was finished for them, but then God actually came. Svo, turn over to Icelandic. Ég var að tala það daginn að þeir sem vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Og, en það samt gott að vita að verk Guðs, það heldur áfram. Það heldur ekki áfram fyrir okkar kraft. Það heldur fyrir trú á hans kraft og trú á hann sem á allt vald á himni og jörðu. Það gott að fá nýjan kraft, en þó svo að þú fáir ekki nýjan kraft, þá heldur Guð áfram að starfa. Það gott að vita það. Hann þarf ekki endilega á mér eða þér að halda. Hans áætlun, hún heldur áfram hvort sem þú tekur þátt í henni eða ekki. Það ekkert flóknara en það. Og þetta ástand í heiminum í dag, sem að mér finnst vera bara alveg skelfilegt, það eins og segir í Hebreabréfinu að hann mun hræra himinn og allt sem hægt að hrista, það eins og það hristist í dag. Við vitum ekki hvað gerist næst. En það eitt sem gott að vita, að í Rómverjabréfinu, 9. kafla og 17. vers, að þá Guð að tala leiðtoga sem var uppi á dögum þessara sögu sem ég ætla að tala í dag, og hann hét Faraó. Og Guð segir við hann að einmitt til þessa hóf ég þig að ég fengi sýnt mátt minn á þér. Og að Amplified Biblian, hún segir that to display my power in dealing with you. Að þetta það sem hann sagði við Faraó, að hann ætlaði að sýna kraft sinn þegar í því hvernig hann tuktaði Faraó til. Og það sem kom til mín þegar ég var að lesa þetta að Guð nákvæmlega hinn sami í dag. Hann getur tekið Khomeini, hann getur tekið Trump, hann getur tekið hvaða leiðtoga sem og látið hann gera það sem hann vill að þeir geri. Og þess vegna trúi ég því að það svo mikilvægt fyrir okkur að vera biðjandi kirkja og hrópa á Guð og biðja hann að hans hönd megi vera yfir leiðtogunum. Okkur sagt að biðja svona í Tímóteusarbréfinu, að við að biðja fyrir leiðtogum og þeim sem hátt settir til þess að við megum lifa friðsamlega í landinu. En það þetta með að fá nýjan kraft, það svo yndislegt að fá nýjan kraft þegar það gerist, en mér langar að miðla hérna aðeins, ef við fáum ekki nýjan kraft, að þá notum við þann kraft sem við höfum, og það saga sem að ég elska í 2. Samúels bók, 20. og 3. kafla, og það einn af sérsveitamönnunum hans Davíðs, að það segir í 23. kafla, 9. versi, 2. Samúels bók,
Honum næstur meðal kappana þriggja Elisa Dódósson Ahóíti. Hann var með Davíð í Pas-Damím, en Filistar höfðu safnast það saman til orustu. En Ísraelsmenn hörfuðu undan, stóð hann fastu fyrir, barði á Filistum uns hann var þreyttur í hendinni, og hönd hans var kreppt sverðið, og drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi, og liðið sneri aftur með honum aðeins til rána. Og það sem hefur svo oft talað til mín hérna, að hann hélt fast í sverðið þótt hann væri orðinn þreyttur í hendinni. Og málið fyrir okkur að við getum haldið fast í Guðs orð þó við séum þreytt í höndum, fótum, huga, sál, anda og líkama. Að þá getum, ef við höldum fast í orðið, þá heldur orðið okkur uppi. Vegna þess að orðið hann. Svo að, talandi, ég hef skrifað hérna, svo talandi nýjan kraft, þá langar mig að hefja þennan lestur á því að segja að þreyttir menn geta einnig unnið máttaverk því að sigurinn trúin á hann. Þreyttir menn geta unnið máttaverk því að sigurinn trúin á hann. Þannig að aldrei, þú mátt vanmeta sjálfan þig en ekki vanmeta að Guð með þér. Guð, hann með þér og hann máttugur, og ef við höldum í sverðið hans, þá bara kemur sigurinn. Þá kemur sigurinn. Sigurinn var ekki í þessum kappa, sigurinn var fólginn í því að hann hélt fast í sverðið þó hann væri þreyttur. Svo að þetta snýst lífið í orðinu, að það líf. Jesús sagði, orðin sem ég tala, þau eru andi, þau eru líf. Hebreabréfið segir okkur að orðið lífandi, það kröftugt. Það segir á öðrum stað að Guð, hann opinberar sjálfan sig í orðinu. Og þá snýst þetta lífið í orðinu. Og Jesús sagði, verð í mér og þá verð ég í yður. Og orðið segir að þú sért heilbrigður, jafnvel þegar líkaminn segir annað. Og þá kemur það sem við segjum á góðri ensku konflikt, ég man ekki íslenska orðið, konflikt, ágreiningur, ágreiningur milli orðsins og þess sem líkami minn segir. Og ef við segjum common sense segir að auðvitað hefur líkaminn rétt fyrir sér. Það bara heilbrigð skynsemi, segja menn, og læknirinn segir það. Ef að líkaminn segir þetta, að þá common sense að segja að líkaminn að segja þér satt. En málið með trúna, faith doesn't make sense. Og jafnvel ekki common sense. Hún trúir bara orðinu og segir, ég trú á orðið. Þannig ég vil að hugsa þetta, að lifa í orðinu, hvernig fer ég inn í orðið? Ég veit hvernig ég á að fara til Akureyrar, þá sest ég upp í bíl og ég keyri til Akureyrar. En þó ég hafi biblíuna hérna, orðið hérna, hvernig get ég keyrt þannig að ég sé á þessum stað að ég sjái það sem orðið sér. Það nefnilega trú. Minn náttúrulegi maður, hann sér það sem að common sense sér, eða heilbrigð skynsemi segir mér. Orðskviðni segja reyndar reyndu þið ekki á eigið hyggjuvit, en það samt ákveði jafnvægi í þessu. Ég hef ekki trú fyrir því að Guð busti tennurnar í mér, ég á að gera það sjálfur, og þar vil ég nota common sense, nema ef ég gæti það ekki, þá myndi Guð örugglega hjálpa mér, eins og mamma gerði í gamla daga. En málið að vera í orðinu, og sem sagt, það eitthvað sem að allar kynslóðir hafa barist við í gegnum árin. Þannig að ég ætla að segja velkomin í Biblíuskóla Páls postula og fáðu þér sæti hjá Tímóteusi. Og þá skulum við heyra hvað Páll segir við okkur. Hann segir, Tímóteus, bestu trúarina góðu baráttu, höndla eilífa lífið.
og þýðir það að við eigum að leggja common sense algjörlega til hliðar, alls ekki, en við eigum að lifa í tveimur heimum. Við eigum að lifa í þessum náttúrulega heimi, við eigum líka að lifa í þessum ósýnilega heimi. Og Guð, eins og ég sagði, hann hefur áætlun, sína áætlun með þitt líf og með bara allt sem að gerast í heiminum. Þetta kemur ekkert Guði á óvart. Þó það komi okkur á óvart dag eftir dag, þá kemur það ekki Guði á óvart. Og hann hérna breytist ekki, hann sagði við í Malaki 3:6 sagði hann við Ísraelsmenn, ég Guð hef ekki breytt mér. En mennirnir í dag vilja gjarnan fá Guð til að sem sagt breyta sér, þeir segja að hérna þetta ekki minn Guð, segir fólk stundum, ef það heyrir Snorra predika, nei, þetta ekki minn Guð kærleiksríkur og hérna, já, en málið að menn vilja móta Guð, að móta hann eftir tíðarandanum, en það bara ekki þannig. Guð mótast ekki af okkar tilfinningum eða okkar hérna, innsýn eða okkar common sense. Guð, hann Guð. Hann skapaði þig og mig og hann getur gert hvað sem hann vill við þig og mig. Og það það sem við gleymum stundum, að hann hefur rétt á að gera það sem hann vill gera því að hann skaparinn. Ég meina, ef við höfum smiði hérna inni og við höfum alls konar handverksmenn, að ef að þú smíðar eitthvað, borðið eitthvað, þá borðið að segja þér hvar það vill vera. Nei, þú setur borðið þar sem þú vilt hafa það. Þú gerir það sem þú vilt við borðið. Páll talar þetta í Rómverjabréfinu. Hann segir að við erum sköpun Guðs og þú maður, hvað þetta þráttaði skaparan. Páll kemur inn á þessi mál. Og það bara svo gott að vita að það sama hvað ágengur, að þá breytist Guðs áætlun aldrei. Og í annarri Mósebók lexía það þegar Ísraelsmenn voru þrælar í Egyptalandi, að það ekki gott að vera þræll. Og við lesum þá að þeir hrópuðu til Guðs undan ánauðinni. Og í annarri Mósebók, öðrum kafla, 20. og 3. vers, önnur Mósebók, annar kafli, 23. vers, löngum tíma eftir þetta dó Egyptalands konungur, en Ísraelsmenn andvörpuðu undan ánauðinni og kveinuðu, og ánauðakvein þeirra steig upp til Guðs. Guð heyrði andvarpanir þeirra, minntist sáttmála síns við Abraham, Ísak og Jakob. Guð leit til Ísraelsmanna og kendist við þá. Og það sem vakti athygli mína hér var að Guð, hann minntist orðsins. Hann minntist þess að hann heldur orð sitt. Hann hafði gert sáttmála við Abraham, Ísak og Jakob, og þegar kvein Ísraelsmanna kom til hans, að þá minntist hann sáttmála síns. Og það nákvæmlega eins í dag, þegar þú biður til Guðs, að þá alveg sama hvort þú ert verðugur eða óverðugur, Guð minnist sáttmála síns við Jesúm Krist. Hann gerði sáttmála við Jesú. Og þegar við biðjum, þá minnist Guð, hann sér neyð þína og hann hefur meðönkum með þér, en hann minnist þess að hann gjörði sáttmála við mannin Jesúm Krist, sem eilífur sáttmáli, og við erum samerfingjar með Jesú Kristi. Þannig að Guð, hann sem sagt heyrir þessa bæn, og þeir eru þarna þrælar, og við þekkjum flest þessa sögu að þeir voru þrælar í Egyptalandi og búnir að vera það, að Guð, hann segir við Móse, ég ætla að koma niður til jarðar og ég ætla að gera eitthvað í málunum. Ég ætla að frelsa Ísraelsmenn. Og við skulum lesa 3. kaflan og vers 8. Þá segir Guð við önnur Mósebók, 3. kafli, 8. vers. Önnur Mósebók, 3. kafli, 8. vers. Þá segir Guð við Móse, ég farin ofan til að frelsa hana, það að segja þjóðina,
af hendi Egypta til að leiða hana út úr þessu landi til þess lands sem gott og víðlent, til þess lands sem flýtur í hunangi á stöðvar Kananíta, Hetita, Amorita, Persíta, Hevita og Jebsúíta. Og nú með því að kvein, vers 9, Ísraels manna komið til mín, auk þess hef ég séð hversu harðlega Egypta þjaka þeim, þá far þú nú, ég vil senda þig til Faraós, þú skalt leiða þjóð mína, Ísraelsmenn, út af Egypta landi. Og svo lesum við Móse, svar Móse. En það sem að við sjáum hér að Guð, hann segist ætla að frelsa Ísrael. Og hann segir, ég ætla bara að koma sjálfur með mætti og mikilli dýrð niður. Og Móse verður náttúrulega örugglega glaður við, Guð kominn og hann reddar þessu, en þá segir Guð við hann, Móse, það þú sem átt að fara með orðið. Og þú átt að fara og tala við Faraó. Guð, af hverju gerir þú þetta ekki bara sjálfur? Við lesum að Móse byrjar að þrátta við Guð, hann segir, hvernig get ég gert þetta? Ég ekki, ég meina, hver ég að ég fari til funda við Faraó? Að ég leiði Ísraelsmenn út af Egyptalandi. Þannig Móse, hann hefur greinilega ekki mikið álit á sjálfum sér þarna, en það athyglisvert að skoða sögu Móse, að í postulasögunni, þá hafði Móse miklu meira álit á sjálfum sér, eða hérna reyndar í sömu bók, Stefán minnist á það, að hann drap mann vegna þess að hann virkilega vildi fá Guðs ríki, gefa Guðs ríkinu framgang og hann ætlaði að grípa inn í og hann vildi bara gera þetta sjálfur. En Móse, nú var hann búinn að vera 40 ár í Egyptalandi og hann var eiginlega kominn svona, endastöð fyrir sjálfan sig og nú langaði hann bara ekkert lengur til að vera talsmaður Guðs. Og ég sé þetta svo oft kannski í okkar lífi að við erum brennandi til að byrja með, en svo þegar reynslurnar koma og að þá erum við ekki alveg spennt að þjóna Guði. Og það var þannig með Móse. En Guð segir honum, ég ætla að frelsa Egypta. Og svo lesum við 4. kaflan, og ég ætla bara svona segja, þar Móse og Guð, Móse að þrátta við Guð, og það enda með því að Móse segir bara, heyrðu Guð, sendu bara einhvern annan. Ég hef ekki það sem til þarf í þetta. Og það þá sem Guð verður reiður. Og Guð segir, nei, ég ætla að nota þig, en ég get, sem sagt, Aron má hjálpa þér. Og ok, Móse, hann átti eiginlega ekki annar að kosta völ en að gera það sem Guð sagði honum að gera. Og ég veit ekki hvort þú hefur upplifað það að vera í þeirri stöðu að hafa ekki annar að kosta völ en að gera það sem Guð hefur sagt þér að gera. Það var spennandi fyrst, en svo það ekki alveg jafn spennandi þegar árin líða. Ég þekki það og ég veit ekki hvort þið þekki það. Ég held við þekkjum það öll sem höfum gengið með Guði. En það, sem sagt, niðurstaðan 4. kaflanum að Guð, hann segir, ok, þú mátt hafa Aron með þér, hann vel málifarinn. Móse notaði þá afsökun að hann væri ekki vel málifarinn, ekki mælskur, nema hvað að löng saga stutt, þeir fara, segja Ísraelsmönnum að Guð ætli að frelsa þá. Guð ætla að leysa þá úr þrældóminum og að færa þá inn í fyrirheitna landið. Og í versi 31 þá lesum við þetta og fólki trúði. Og þeir heyrðu að drottinn hefði vitja Ísraelsmanna og leitið á eymd þeirra, féllu þeir fram og tilbáðu. Og ég get alveg séð fyrir mér. Lofgjörðar samkoma, allir voðalega glaðir vegna þess að Guð að segja, nú lausnin komin. Og predikarinn, talsmaður Guð segir, lausnin komin, Guð búinn að segja þetta, ég trúi því, og fólkið, hann talaði greinilega þvílíkri samfæringu að fólkið trúði líka. Og svo lesum við áfram og í 5. kafla, versi 6, þá lesum við að eftir allt þetta gerist að þá
Sama dag bauð Fara og verkstjórum þeim setti voru yfir fólkið og tilsjónarmönnum og þess og sagði, upp frá þessu skulu þér eigi fá fólkinu hálmstrá til að gjöra tígulsteina eins og hinga til. Þeir skulu sjálfir fara og safna sér stráum, en þó skulu þér setja þeim fyrir að gjöra jafnmarga tígulsteina og þeir hafa gjört hinga til, minkið ekki af við þá, því að þeir eru latir. Þess vegna kalla þeir og segja, við viljum fara og færa fórnir Guði vorum. Það verður að þyngja vinnun á fólkinu, svo að það hafi nóg að starfa og hlýði ekki lyga fortölum. Hlýði ekki á lyga fortölur. Þannig að við sjáum hérna að þeir trúa og þeir eru glaðir og svo fer allt öðru vísi heldur en ætlað er. Það fer allt á annan hátt og mér finnst þetta svo líkt því sem að við upplifum stundum. Við kannski biðjum fyrir sjúkum og þeim bara versnar. Og hérna, hvað gerum við? Hvað gerðu þeir hérna? Þeir voru mannlegir eins og við. Við lesum söguna áfram hérna að þeir byrjuðu að tilsjónarmenn Ísraelsmanna, þeir byrjuðu að rífast við Móse og þeir ásökuðu Móse og þeir sögðu, þetta er allt þér að kenna. Þú komst með þessa predikun lækningu, að Guð læknaði og sem sagt við báðum fyrir sjúkum, nú ég heimfæra þetta upp á kannski það sem við gerum og það virkaði ekki og þetta er bara bull í þér. Bull í þér Kristinn, bull í þér Snorri og hver það sem predikar þetta bara virkar ekki. Og það er þá sem að Móse er í vanda staddur. Nú þarf hann að ákveða, er það common sense eða er það trú? Eða er það þetta sem meikar ekki sense eða er það common sense? Og við lesum hérna í 5. kaflanum, 22. vers, að Móse, hann virkilega skildi hvað þeir voru að tala hann hafði common sense, hann var ekki bara á bleiku skýi, hann sá þetta og hann segir hérna, við skulum lesa frá 20. versinu, þegar þeir tilsjónamenn Ísraelsmanna kom út frá Fara og mættu þeir Móse og Aron sem stóðu þar og biðu þeirra. Þeir sögðu við þá, drottinn líti á ykkur og dæmi, þar þið hafi gjört oss illa þokkaða hjá Faró og þjónum hans, fengi þeim sverð í hendur til að drepa oss með. Þá sneri Móse sér aftur til drottins og sagði, Drottinn, hví gjörið þú svo illa við þetta fólk? Hví hefur þú þá sendt mig, því síðan ég gekk fyrir Faró að tala í þínu nafni, hefur hann misþyrmt þessum líð og þú hefur þó alls ekki frelsað líð þinn. Þannig að hér gerist það að Móse sem hann, eins og ég var að tala hann kemur úr common sense og fer inn í trúna. Og þú segir kannski, þetta var ekki öflug trúabæn. Jú, víst er það öflug trúabæn að úthella hjartaðínu fyrir drottni. Það snýst ekki sjáðu ef að þú ert að reyna að standa orðinu og segja, sumir, ég man að það voru strákar sem að þeir settu biblíun og svona og svo, ég ætla að standa orðinu og setta hana undir fótinn. Það er ekki endilega að standa orðinu. Sjáðu, hann fer inn í trúna og hann fer fram fyrir augliti Guðs og hann úthellir óánægju sinni fram fyrir Guði og segir bara Guði að orðið hans sé ekki að virka. Og megum við gera það? Já, við megum gera það. Vegna þess að við getum ekki verið að lifa í einhverju falskri trú. Ef að við upplifum ekki að við séum í trú, þá þurfum við að fara á hnén frammi fyrir Guði og við þurfum að úthella hjart okkar fyrir honum og segja honum hjart okkar þangað til trúin kemur á ný. Og það er svo merkilegt, ef við lesum áfram, að þá segir drottinn við Móse, þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra við Faró, því að með voldugri hendi skal hann þá lausa láta, fyrir voldugri hendi skal hann reka þá burt úr landi sínu. Og þegar ég fer í gegnum þetta allt saman, mér er svo gott að heimfæra þetta upp á það sem við erum að upplifa. Sjáðu til, ég
úthelli hjarta mínu fyrir Drottni, ég kannski beði fyrir einhverjum og hann var sjúkur og hann læknaðist ekki og eina svari sem ég fæ frá Guði hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora, hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora. Það hefur ekkert breyst. Ég Guð, ég breyti mér ekki. Farðu bara og haltu áfram að predika mitt orð. Það það eina svarið sem að Móse fekk hjá Guði. Og samt var Móse búinn að úthella hjarta sínu og örugglega gráta frammi fyrir Guði. Og Guð segir bara, ég almáttugur Guð. Hvað er þetta röflamaður? Ég almáttugur Guð. Og ég gerði sáttmála við Ísraelsmenn að gefa þeim Kanaanlands og það bara verður þannig. Ég búinn að segja það og það bara málið, punktur. Og trúðu nú. Og Móse, einhvern veginn fekk Guð Móse til þess að koma aftur inn í trúna vegna þess að við lesum að í versi 9, 7. kafla, Móse sagði Ísraelsmönnum þetta, en þeir sinntu honum ekki sökum hugleysis vegna hins stranga þrældóms. Ok? Hefur þú upplifað það að, ég hef heyrt fólk segja að það var verið að berja mig með orðinu. Ég vil ekki láta berja mig með biblíunni í hausinn, af því að fólk uppgefið á því að það búið að heyra orðið og það virkar ekki. Það virkar ekki fyrir það. Við vitum, en Guð segir að virki, en svo kemur þú og segir, þetta virkar ekki fyrir mig. Og hérna sjáum við fólk sem að það var búið að lofa Guð, af því að þegar heyrði orðið fyrst, þá lofaði það Guð, það var alveg viss að það myndi gerast. Svo bara gerðist akkurat allt öfugt við það sem að það trúði að myndi gerast. Og hvað gerum við þá? Eigum við þá að leggja upp laupana, fara í Kívanis eða Lions og segja að þetta virkar ekki að vera í Hvítasunnu-kirkjunni eða hvað eigum við að gera? Það sem þeir gerðu hérna, þeir bara gáfust upp. Þeir gáfust upp og þeir voru hættir, bara nenntis ekki lengur og þeir gátu ekki einu sinni hlustað á Móse þegar hann kom. Og ég hef upplifað það að maður kannski reynir að biðja fyrir fólki, ég hef upplifað nákvæmlega þetta sama. Já, það er búið að biðja fyrir mér. Já, vilt þú biðja fyrir mér líka? Já. Það er bara hætt að trúa. Það er eitthvað sem það gerist ekkert. En það sem þessi saga segir mér að Ísraelsmenn þeir áttu fyrir biðjanda. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að kirkjan sé bænahús. Við lesum í Hebreabréfinu 7:25 að Jesús okkar fyrirbiðjandi. Móse var þeirra fyrirbiðjandi. Og þegar við lesum hérna áfram, Guð, hann ignorar á góðri íslensku fólkið þarna sem uppgefið og þreytt og hann segir bara Móse, nú ferð þú, tala við Faró og þú bara leiðir fólkið út. Og hvað átti Móse að gera? Ég veit alveg hvernig Móse leið, honum fannst hann ekki geta og honum fannst ekki það var breyst, en hann bara hlýddi Guði, fór og talaði við Faró og það var í þetta skipti sem það virkaði og við lesum söguna áfram að Guð, hann opinberaði mátt sinn og hann leiddi Ísraelsmenn út af Egyptalandi. Og ég hef lesið svo margar sögur það að menn eins og John T. Lake sem var notaður af Guði til að leggja hendur yfir sjúka, að einn daginn þá stendur hann frammi fyrir því að sjónin hans að fara. Og hann fer og hann fór ekki og trampaði á biblíunni eða stóð á Guðs orði, hann fór í göngutúr, hann úthelti hjarta sínu fyrir Guði og hann sagði, hvernig á ég Drottinn að leggja hendur yfir sjúka ef að ég að verða blindur. Hann úthelti hjarta sínu fyrir Guði, hann fór í hálftíma gönguferð og þegar hann kom tilbaka, þá var hann komið með fulla sjón og hélt henni til æviloka. Og það þetta að koma bara fram fyrir Guð. Þetta trú að úthella hjarta sínu fyrir Guði. Og hann bregst ekki. En það sem þessi saga segir mér að áætlun Guðs, hún breytist ekki. Hér eru þeir í ákveðnum kringumstæðum, Guð leiddi þá út. Og í Tímóteusarbréfinu 2:13, að það vers sem að
mér finnst alveg frábært. Tímóteusarbréfið annað Tímóteusarbréf, og við endum hér að þá segir kafli 2, vers 13, það segir þótt við séum ótrúir, þá hann samt trúr. Mér finnst þetta svo frábært, þó að ef ég ótrúr, þá Guð samt trúr. Og það segir mér að það ef ég að biðja fyrir sjúkum eða ég að biðja Guð eitthvað, að þá það ekki af því að ég verið svo duglegur, jafnvel þegar ég ótrúr, þá minnist Guð sáttmála síns við Jesú. Ef ég biði í Jesú nafni, ef ég hendi mér í fangið á Guði og segi, Drottinn, ég trúi, þetta bara fyrir náð. Það bara fyrir náð. Og það sama hvað það Og að Guð, hann hinn sami. Hann alltaf trúr. Og þessi saga, hún segir mér það að svo oft þegar að við höldum að, og vitum og trúum að Guð hafi gripið inn í kringumstæður, að þá svo oft sem að kringumstæðurnar, það verður allt vitlaust, það verður allt á mót okkur. Og þá spurningin hvað við gerum. Eigum við þá að gefast upp eða eigum við að halda áfram að biðja? Þegar einhver vinnuðinn, þú upplifir einhver vinnuðinn, hann í þessum kringumstæðum, hann uppgefinn og hann bara búinn á því, þá heldur þú áfram, þú ferð ekki og missir móðinn með honum. Nei, þú tekur þér stöðu Jesú Krist og biður fyrir honum og leiðir hann út úr hans þrengingu. Vegna þess að áætlun Guðs, hún breytist ekki, hún hefur ekki breyst. Jesús Kristur, hann mun líka koma á skýjum heimis, hvort sem að þú þreyttur, hvort sem að þú trúr eða ótrúr, þá mun hann koma á skýjum heimis og hann mun taka til sín þá sem hann á. Og það eru góðar fréttir fyrir okkur núna á þessum dögum, að hann mun koma, hann mun leysa málin og hann mun koma á réttlæti á þessari jörð, hans áætlun hefur ekki breyst. Og þess vegna komum við saman og við höldum áfram þreytt, nýr kraftur, gamall kraftur, hans mátturinn, hans dýrðin, hann á allan kraft. Og bara að trúa á hann, henda sér í fangið á honum og opna hjarta sitt fyrir honum, það trú. Lesa síðan orðið, hlusta aftur á orðið og heyra hvað hann segir. Amen. Þannig að við segjum bara Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hér í dag. Þakka þér fyrir að þú leiðir okkur rétta vegu fyrir sakir nafns þíns. Þakka þér fyrir að þú hressir sál okkar, Drottinn. Þú smyrð höfuð okkar með olíu og þú gefur okkur náð að búa í húsi þínu langa ævi. Alla ævidaga mína má ég búa í húsi Drottins. Og þakka þér fyrir að, Drottinn, að þú munt koma á skýjum heimis. Þakka þér fyrir að, Faðir Guð, að Drottinn, að við eigum líka lækninguna, Drottinn, að Drottinn sem hafa fundið það að þeim hefur versnað eftir fyrirbæn, þakka þér fyrir að orðið þitt kemur aftur, Drottinn, og aftur og aftur og aftur, og það sannleikurinn. Þakka þér fyrir að þú barst mein vor, þú barst sjúkdóma vora, og Drottinn, ég bara lýsi því yfir að þú læknirinn okkar, við meðtökum lækninguna í nafni Jesú Krist og ég meðtek lækningu fyrir þá sem hafa verið að berjast lengi við sjúkdóma. Drottinn, við horfum á orðið þitt og Drottinn, við höldum fast í sverðið og jafnvel, Drottinn, þegar við erum orðin þreytt, þá gefur þú mikinn sigur og við lofum þig fyrir það, við þökkum þig fyrir það og við gefum þínu nafni alla dýrð. Amen. Amen. Drottinn bless ykkur. Amen. Gjör svo vel,